Góðan daginn, góðir bæjarfulltrúar, bæjarstjóri, bæjarritari og sviðstjóri sem hér í fundarsal bæjarskristanum Reyðarfirði. Ég býð ykkur velkomin til 415. funda bæjarstjórnar Fjarðabyggðar og segja hann settan. Áður en ég kynni dagskrá, þá vill ég samt klára það með bæjarfulltrúum. Í boðaðri dagskrá var kynnt að það væru 2 fundagerðir sem eru teknar á dagskrá með afbrigðum. Og það var annars að fundagerð Stjórn- og menningarstofu frá 11.5. núna á mánudaginn og síðan skipun svo framkvæmdanefndar frá 13.5. sem í dag. Og ég óska eftir því við bæjarfulltrúar að hafa búið að kynna ótt um þetta, hvort einhver hreyfi því andmælum, það verður settur á dagskrá. Svo virðist ekki vera, þá fara þær inn á dagskrá og jafnframt breytist á röð almennra mála í lokin vegna afgreiðslu skipunar og framkvæmdanefndar. Þá hér á dagskrá í dag, gott fólk, fundagerðir bæjarráðs, númer 942, 43 og 44 og 45, teknar saman til umræðu og atkvæðagreiðslu en enginn hreyfir því andmælum. Hafnarstjórnar númer 339 og 340, skipunar og framkvæmdanefndar númer 58 og 59, teknar saman til umræðu og atkvæðagreiðslu. Fjölskyldunefndar númer 58 og 59 teknar saman til umræðu og atkvæðagreiðslu. Stjórn menningarstofu númer 36, öldungaráð númer 26, ungmennaráð númer 24 og síðan hér undir almenn mál. Það fyrst fjárhagsáætlun 2026 viðauki 1. Síðan reglur fyrir íþrótt og tómstundastarf Fjarðabyggðar, endurskoða reglur. Samskiptastefna 2026, síðar umræða. Grenndarkynning Garðaholt 5 eða niðurstöðu grenndarkynningar Garðaholts 5. Óveruleg breyting á deiliskipulagi Stekkir 1 Reyðarfirði. Breyting á deiliskipulagi Sævarendi 2 og breyting á aðalskipulagi Sævarendi 2. Sömuleiðis mál sem eru komið inn. Þannig að þetta töluvert undir en þetta síðasti fundur á þessu kjörtímabili, síðasti boðaði fundur bæjarstjórnar og þannig að það heilmikið undir til þess að bæjarstjórn geti lokið málum sínum áður en sveitarstjórnar kosningar fara fram á laugardaginn. En við göngum til dagskrá og byrjum á fundagerðum bæjarráðs sem áður kynntar. Orðið laust það vill eitthvað þessi hljóðs. Ragnar Sigurðsson er beðið orðið. Gerðu svo Ragnar. Virðulegur forseti, bæjarstjóri, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að fara hér við stuttu máli yfir þessar fundargerðir bæjarráðs. Ég held að við séum öll búin að fara nokkru sinnum yfir þetta með einum eða öðrum hætti í röð af pallborðsumræðum undanfarnar vikur. Í fundargerð bæjarráðs númer 942 þar erum við að taka fyrir sameiginlegt mál bæjarráðs og hafnarstjórnar útboð á dýpkun frystihúsbryggju á Eskifjarðarhöfn í kjölfari á því að við höfnuðum þeim tilboðum sem að bárust í dýpkunina í höfninni og ákváðum í kjölfarið að kanna hvort það væri hægt að fara samningskaupa leið og það ennþá í skoðun hjá okkur. Og í fundargerð 943 þá ætla ég að byrja á því að fara yfir málefni 2.2 varðandi heilsugæslu og læknamál á Fáskrúðsfirði. Það bárust frekar leiðileg tíðindi af því að það væri verið að loka heilsugæslustöðinni á Fáskrúðsfirði. Svo er ekki og það er auðvitað fagnaðarefni að það stendur ekki til. Þarna er einfaldlega bara að ræða að þarna er bara læknaskortur og erfitt að manna stöðuna en engar ákvarðanir teknar það að breyta heilsugæslunni á Fáskrúðsfirði inn í öðrum heilsugæslum og því blessunarlega snýst þetta nú bara erfiðleika við að manna lækna eins og hefur verið hér á undanförnum árum. Í lið 2.3 þar var auðvitað verið að ræða áfengis- og tóbaksverslun ríkisins kjölfarið að þeir tilkynntu að þeir væru að loka útibúi sínu á Fáskrúðsfirði og í Smáralind og við auðvitað hörmum það og þá þjónustuskerðingu sem að það veldur og fólum bæjarstjóra að afla skýringa á því og
það er komið og stjórn ÁTVR fer þar bara yfir það að þeir eru að draga saman og það er svona verið eitt af þeim rökum fyrir einokunarverslun ríkisins að þannig væri hægt að tryggja dreifingu á verslunum með áfengi og þau rök fara nú ansi hratt vínandi því miður og að mínu mati, og ég veit að það er ekki allir sammála með því hér, að mínu mati er orðið löngu tímabært að afnema einokunarverslun ríkisins á áfengi og þetta dæmi sannar það einfaldlega. Í fundargerð Bæjarráðs númer 944 þar var í fyrsta lið verið að fara yfir öðrum lið verið að fara yfir forkaupsrétt af Ljósafelli og ástæða til þess að óska loðnuverslunni til hamingju með nýtt Ljósafell og á sama tíma þá tilkynntum við myndum ekki virkja forkaupsréttina að gamla Ljósafellinu. Í lið 3.1 fjárhagsáætlun viðauki 1 þar er verið að fara yfir viðbætur sem við erum að bæta inn í fjárhagsáætlunina og það er fyrst og fremst þar verið að horfa til þeirra gjaldskrárlækkana og framkvæmda meðal annars í skólanum í Breiðdalsvík þar sem við vorum ákveða að fara í löngu tímabærar þakviðgerðir og svo er þetta nú bara svona eitt og annað sama meið en í næstu fundargerð númer 945 þar er kannski ágætt að koma inn á það var verið að kynna fyrir okkur þann samning sem við fólum bæjarstjóra að undirrita varðandi kyndingu Fjarðabyggðarhallarinnar og það eru ágætist tímamót að við séum búin að undirrita þann samning og við búið að það verði komin upp kynding á Fjarðabyggðarhöllinni í haust og þar með getum við farið að nýta þetta stóra og mikla mannvirki enn betur allt árið kring og leggjum þá af þetta viðurnefni Klakahöllin. Í lið 4.8 er óskum viðburðarleyfi fyrir hjólamót og mér langar nú bara að fagna þessu framtæki. Þetta er skemmtileg viðbót inn í flórun okkar á viðburðum yfir sumarmánuðina. Takk fyrir Ragnar. Orðið lausnin fundargerð Bæjarráðs. Stefán Þór Eysteinsson er beðinn orðið. Gerðu svo Stefán. Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar. Það er tímamótafundur. Síðasti fundur ársins og síðasti fundur síðandi forseta bæjarstjórnar. Ekki hvað ég var strax, kannski tíma verið tíma. Er ég aðeins að fá að fara yfir fundargerð Bæjarráðs. Aldrei þessu vant samt á kannski og gera ágætlega svo sem ég ekki ágætlega skil en ég ætla kannski ekki fara mikið að sögum árunum. Það er búið að fara vel yfir í fundargerð Bæjarráðs 943 varðandi heilsugæsluna og læknamálin á Fáskrúðsfirði og svo sem bara hvað snerti þjónustuna á Fáskrúðsfirði heilt yfir og við erum búin að ræða þetta mjög ítarlega á íbúafundi þar þannig að ég held að skoðunum okkar í þessu nokkur ljósar hvað var það ÁTVR og mikilvægt við stöndum vörð þar og varðandi heilsugæsluna eins og komið inn og þá er þetta skýrist þetta af mönnun en ekki inn í öðru en auðvitað er mikilvægt að við stöndum vörð þarna líka. Undir fundargerð Bæjarráðs 944 þar var verið að tilkynna okkur í lið 3.8 að við höfum fengið úr framkvæmdasjóð ferðamanna og það er bara mjög ágætt. Það hefur gengið ágætlega hjá okkur að sækja þessa styrki og mikilvægt við gerum það áfram og mikilvægt við mótum okkur skýra sýn í hvert við erum fara með þessa uppbyggingu okkar. Þetta skiptir máli því að eins og allir vita þá verður hér mjög skýr stefna ferðamennsku á næsta kjörtímabili þannig að þetta er svona liður í því. Að við vitum hvert við erum að stefna í þessu. Svo aðeins undir fundargerð Bæjarráðs 945 tek undir með Ragnari
lið 4-5 sem er kynnting Fjarðabyggðarhallarnar sem er auðvitað bara gríðarlega, eða mjög mikilvægt mál og gaman að við skildum vera að ná að klára þetta. Og svo undir lið 4-8, óskum viðburðarlið fyrir hjólum. Hvet alla til að kynna sér þetta, virkilega skemmtilegt framtak. Hvet alla hér inni til að fara að taka þátt. Eða hvetja fólki í kringum ykkur til að fara að taka þátt. Meira var ekki á meira byrji. Stefán, orðið lustum í líka dag. Ég þarf að taka aðeins til máls bara svo sem eins og Svipurinn Slóðan og samstarfsmenn minn í bæjarráði. Það er svona ýmislegt sem maður er ánægður og glaður að sjá hér í fundargerðum bæjarráðs sem er að vera að fara í gegnum með núna eins og kemur fram í fundargerð 945 þar sem kemur að kynntingu Fjarðabyggðarhallanna sem er afskaplega kærkomið að sjá. Það er að hyllundir að eins og Ragnar sagði að við snúum vörn í sókn og förum úr frosti í hita í höllinni. Það verður ekki lengur og mun bara auka notagildina gríðarlega held ég inn í framtíðina fyrir alla sem þar geta fundið sér því sem þeir eru að gera stað. Þannig ég er afskaplega ánægður að sjá þetta sígur. Ég veit að næsta bæjarstjórn mun halda þessu máli áfram og ljúka uppsetningu búnaðarins og þannig að þetta verði vonandi fyrir næsta vetur komið í fullan gang. Aðeins kannski við svo litlu að bæta sem áður sagt í sambandi við 943 og það erindi sem kom frá íbúasamtökum Fossvið og það er alveg skynlegt, það er gríðarlega breytingar í samfélaginu í dag, þjónustubreytingar. Sumt af því er eflaust erfitt við að eiga bara vegna breytingar á samfélaginu, auknum verslunum gegnum netið, allskyns breytingum á lífsháttum fólks og það er vont en ég finnst afskaplega dapurt að sjá ÁTVR eða Áfengisstofnunar ríkisins loka útibúi sínu. Það er þetta óvanlega klókt hjá þeim að hengja það saman við lokunni í Smáralind til þess að sýna hvað þeir séu nú að loka á stór markaðsvæði. Gleyma því alveg að þeir eru með aðra stóra búð rétt hjá Smáralindinni sem er búin að vera, sem er hérna á, þetta er ekki Dalbraut eða eitthvað. Og þetta er nú að hrósa þeim fyrir hugmyndaauðgi í þessum efnum, en engu að síður, nákvæmlega svo Ragnar segir, þá er sérstakt einkaleyfi á Íslandi. Það einkaleyfi sem ég hef stutt og hann var að vísa til áðan að vera ekki allir sammálum sem ég hef sannlega stutt að ég tel að þessi máli að vera undir sérleyfi vegna þess að það á að tryggja aðgengi íbúa landsins og þess vegna finnst mér það ennþá verið að sjá þessa lokun og mér finnst það ennþá mikilvægar Áfengisstofnunar ríkisins þrátturinn sem gert að reka sig eins og mörgum öðrum opinberum fyrirtækjum innan svona þessa markaðsvæðingar hluta eða markaðsvæðingar hugsunar að rökstyðja það hvernig þeir geti þá haldið því einkaleyfi en dregið á þjónustunni. Og það er auðvitað það sem þessi bæjarstjórn og fyrri bæjarstjórnir hefur verið að takast á oft við þjónusta. Erfitt er að eiga við þá þjónustu sem einkaaðilar sinna einfaldlega hafa ekki lengt fólk en síðan er ýmis opinber þjónusta sem við teljum að eigi að vera með öðrum hætti. Það er líka hægt að gagnrýna sveitarfélögin í þeim efnum. En enga síður er þetta bara viðvarandi verkefni og ég held að ég tek alveg undir með fársvörningum að þetta snýst kannski ekki það að menn get ekki sótt þetta hér inn á miðsvæðið. Þetta snýst líka bara það þjónustið sem þarf að vera til staðar í þeim samfélögum sem eru hjá okkur. Þannig að vonandi verður hægt að nýta þessu eða allavega þetta er áminningu það hvernig við verðum að reyna að nálgast þessi mál. Annars svo sem er ekki annað það er eins og kemur fram þá var þetta bæjarráð að funda og kemur fram líka að funda ekki Hafnarstjórnar að funda hér sameiginlega útboð dýpkun Frystihúsbryggjunni á Eskifirði sem er verkefni sem vonandi sjáum við að geti þó að hafi þetta hafnað þeim útboðum sem voru þá erum við að skoða það leiðir sem út frá þeim og vonandi verkefni sem við ráðumst í núna í sumar til þess að koma þeirri miklu framkvæmd til nota. Þannig að það er svo meira ætla ég ekki að koma inn á í fundargerðum bæjarráðs. Orðið laust, engin kveðsljós ætla ég að fá að bera þær upp allar. Hér, þeir sem það er ekki við skemmerki. Það eru þetta með 9 atkvæðum. Þá erum konið fundargerðir Hafnarstöðunum með 339 og 340 orðið laust þær. Engin kveðsljós ætla að fá að bera þær upp til samvenda þeir sem það er ekki við skemmerki.
Það eru saman þetta með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í fundargerð skipulag og framkvæmdanefndar númer 58 og 59. Orðið laust þar, vill einhver þessi ljós. Svo virðist ekki vera. Þá ætlum ég að bera eftir saðan þess að það sé ekki sem ekki. Það eru saman með 9 atkvæðum. Þetta er í gangum, þetta halda að vera eitthvað að gerast á lögðu. Síðan að fundargerð fjölskyldunefndar númer 58 og 59. Orðið laust þar, vill einhver þessi ljós. Birgir Jónsson við beðum orðið, gerðu svo Birgir. Forseti, bæjarstjóri, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að koma aðeins upp og undir fundargerð fjölskyldunefndar númer 59 og þar ætla ég að ræða lið 3 sem er verkefni við skólasamfélaginu Breiðholts og Stöðvarfjarðarskóla og eins og við fjölluðum að mig minnir á síðasta fundi okkar hér þá hefur farið fram svona, hvað ég var að kalla, úttekt á skólanum svona með það fyrir augum að horfa til framtíðar og hvernig við getum mótað skólastarf til framtíðar og svo úttekt var framkvæmd af Ásgarði skólaþjónustu og á þessum fundi þá fengum við þar minnisblað frá stjórnanda fræðslumála skólaþjónustu sem var unnin í kjölfar þessarar úttektar þar sem var lagt til, þar sem voru lagðar fram tillögur og kannski svona megin stefið í þessum tillögum sem komið frá Ásgarði var að við þurftum að styrkja það fyrirkomulag sem er nú þegar, sem er að það sé skóli í báðum kjörnum og það er náttúrulega mikilvægt að við stöndum vörð það til framtíðar fyrir báða þessa staði en það er ýmislegt annað sem var bent á í þessari úttekt og síðan í þessu minnisblaði frá stjórnanda fræðslumála skólaþjónustu sem að þarf að skoða og þarna voru sem sagt lagt fram svo tillaga að í staðinn fyrir að í því fyrirkomulagi sem við höfum verið með held ég frá byrjun, frá 2018 þar sem að er kennt á báðum stöðunum svona til skiptis að þá var lagt til að kenna á öðrum staðnum í beit í 3 daga og svo 2 daga á hinu staðnum sem að ég held að sé til bóta svona upp á samfelluna í skólastarfinu og þarna voru færð fram ýmis önnur fagleg rök í þessu máli ýmislegt varðar innra mat og fleira í skólastarfinu þannig að það gladdi mig mjög að félagar okkar við öll skildum samþykkja þessa tillögu af því að ég held að það sé mikilvægt svona til þess að vinna til framtíðar og ég held að það sé mikilvægt líka ef við höfum lært eitthvað núna á þessum 4 árum ef ég tala fyrir mig að það sé mikilvægt líka að við hlustum á stjórnendur og starfsfólk skólana hvernig best að gera þetta og ég allavega, já, eins og ég segi ef ég tala fyrir mig þá er það ákveðin lærdómur sem að ég hef tekið til mín og ég til bara í þessu máli og með því að samþykkja þessa tillögu þá höfum við að gera það og standa vörð stskólastarf. Þetta sé mikilvægt að við gerum það áfram eins og fram kemur í tillögunni að við förum að stað með þetta í haust og munum svo áfram halda að skoða fleira til að styrkja skólastarf. Og ég held að það sé bara, eins og ég segi, ég fagna því að við höfum samþykkt þessa góðu tillögu. Takk fyrir Birgir. Laust undir fundargerð fjölskyldunefndar. Engin hver þessi hljóðs, ég ætla að bera þar upp til samþykktar þess að það sækja nýskilmerki. Það eru þetta með 9 atkvæðum. Þá er hann stjórn menningarstofu með 36. Það er laust og skemmt að taka hans til máls hér undir þeirri fundargerð. Þetta var fundur núna sem haldinn var á mánudaginn síðastliðinn. Það sem svona stjórnin var að fara yfir svona síðustu verkefnin sín á þessi kjörtímabili. Það er svona bara ég ætla að nota þetta tækifærið eins og við gerðum í lokin og þakka náttúrulega nefndarmönnum fyrir samstarfið og starfsmönnum menningarstofu og bæjarritara innilega fyrir samstarfið. Þetta hefur verið svo frá því að stjórn menningarstofu var mynduð núna eða semst í breytingum og nefndakerfunum þá hefur hún var þetta hlutverk hennar svona aðeins skýrt og með að halda þetta menningamálin. Mér finnst þessi breyting hafa virkað afar vel í nefndakerfinu. Við höfum stundum haft áhyggjur því að menningarmálin, við höfum oft reynt að samþætta þau á öðrum málaflokkum
að því að þau séu ekki kannski umfangsmesti málaflokkurinn hjá sveitarfélaginu en gríðarlega mikið var málaflokkur. Mér hefur fundist það koma vel út í þessu formi og vona það til þess að vera hort í framtíðinni að þarna hefur átt sér stað millilega og gott samtal milli starfsmanna menningarstofu í að móta þar stefnu og leggja til fé. Þar hefur verið heilmikið starf á þessum liðnum árum og frá menningarstofa hófst, hún er að þroskast og taka alltaf betur mynd á sig. Hún er að verða meiri stuðningur við ýmislegt sjálfsbrottið í samfélagunum því að þar líka verður menningin til í grasrótinni hjá viðburðahaldurum og hlera. Við höfum, eins og áður komið fram, geta aukið fé til þess að styrkja viðburði og leið styrkja líka nýja viðburði og þar hefur menningarstofa hoppað inn í og aðstoðað. Hefur líka komið að sækja okkur, ég hef sérstaklega að taka fram og hef rósað starfsmönnum og sérstaklega forstöðumanni menningarstofu. En þó er þetta til hversu öflugum hefur verið í að sækja jafnframt styrki í tengslu við verkefni hjá okkur sem er þá til og hefur skilað heilmiklum árangur. Við erum þetta að fá heilmikið styrktafé inn í vinnunni kringu söfnun okkar og sú vinna er komin núna í góðan farveg. Við erum að horfa til þess að svo kemum framhaldandi lið að því að við vorum að bóka svona endanlega breytingun á eignarhaldi sjómannasafnsins sem er nú orðin fullnustuð og hefur verið undirrituð og farið til þinglýsingar. Leið, þá er hérna leið fyrir söfnin öll sjómannasafni sem önnur að sækja fram. Við horfum á það að sækja svona vottun safna í gegnum þá vottun sem sjómannasafni hefur, gagnvart Safnaráði Íslands og það er verið að stíga núna mörg skref í því að eins og með skjal- og myndsafni að taka og koma þess á eitt stað, afleggja annað húsnæði sem hefur verið notað og svo framvegis. Jafnframt var farið aðeins yfir uppbyggingu á Stríðsvarðarsafninu, ég hvet bæjarfulltrúa til að kíkja þangað. Þar er uppbyggingin í fullum gangi á fyrsta áfanganum. Jafnframt er komin styrktafé til annars áfanga og bæjarráð búið að samþykkja að auka framkvæmdir hjá þessu ári til þess að við getum komið öðrum áfanga upp til þess að uppfylla þá styrki. Þannig að það er sýningabraki fyrir bifreiðarnar stóri munir í þessu ári, þó var ekki kláraðar innan fyrir næsta ári. Þannig að það er margt spennandi að gerast og gerir okkur kleift að gerir sveitarfélögunum kleift að svona halda vel utan þessi mál öll. Þannig að ég vil bara, og síðast kannski hérna núna til þess að menningarstofa með bókasafnunum okkar, ég að sækja til þess að svona auka og dagskráðnar á bókasafnunum og þar voru að koma 2 milljónir til bókasafnunum til að standa fyrir menningarviðburðum á komandi ári. Og þetta er allt saman afar jákvætt og finnst mér svona sýna það að menn eru svona að ná að blása heilmiklum lífi enn frekar í menningunni hjá okkur sem er okkur gríðarlega mikið og svo að segja aftur fyrir samfélag eins og Fjarðabyggð sem er langt frá höfuðborgarsvæðinu, þar sem auðvitað hinn ríkisstyrkta menning er hvað mest og bara fyrir samfélag okkar, fyrir íbúan okkar og okkur sem heild að halda utan annars að sög okkur hins vegar að blása til menningarviðburða sem víðtækast og það verður einstaklega gaman fyrir nýja bæjarstjórn að fá að starta Innsævi sem byrjar núna 1. júní. Það sem er dagskrá komin sem verður núna 1. júní til 20. júní. Dagskrá allt sveitafélagið. Verið að leggja svona loka hönd á það þannig að alls staðar verður eitthvað og vonandi geta allir fundið sér eitthvað þar til þess að njóta. Og það er náttúrulega bara svo listiðburður á heimsmælikvarða eins og Stefán Höskuldsson, flautuleikari, er að koma hér heim og halda tónleika á sínum æsku stöðum sem er þetta bara tónlistarmaður í fremstu röð í heiminum í dag. Og þannig að þetta verður verulega gaman að sjá sumarið fara á stað með þessum hætti. En það var ekki fleiri af mér, vilja fleiri kveðsljóðan til stjórn menningarstofu. Svo verðist ekki vera. Þá ætla ég að fá að bera fundargerð eftir atkvæði, þeir sem annars aðeins skilja merki, hún er saðið með 9 atkvæði. Þá er næst fundargerð öldungarás nr. 26, vil eitthvað þessi ljóð sem hana. Svo verðist ekki verið, ég ætla að fá að bera hann eftir saðendar, hún er saðið með 9 atkvæði. Þá er það fundargerð ungmennarás nr. 24, orðið laust hana. Engin hversi ljós, ég ætla að fá að bera hann eftir saðendar, hún er saðið með 9 atkvæði. Þá erum við komin í liðin almenn mál. Þar er næst fyrst fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar viðauki 1,
vísa frá bæjaráði nú á fundi á mánudaginn, viðauka 1 til fjárhagsáætlun. Eins og þið sjáið þá í viðaukanum gert ráð fyrir því að hann er gerð vegna breytinga á gjaldskrám og fjárfestingum. Hann er fyrst gjaldskrárbreytingar. Það var þetta samþykkt á fundi bæjaráðs 13. apríl að lækka þjónustugjaldskrá fjarðabyggðar um 3%. Þarna er búið að taka saman áhrif þess sem gerir það verkum að rekstrarafkoma, áætluð rekstrarafkoma aðalsjóðs lækkar um 5,5 milljónir og eigið fé aðalsjóðs og samstæðu þá sömu fjárhæð. Það var verið að ganga frá kaupum á búnaði í íþróttahúsi á Reyðarfirði upp á 8,3 milljónir. Það er jafnframt tillögur sem voru kom frá skipulags- og framkvæmdanefnd frágang á lóð við gamla barnaskólann Eskifirði sem voru utan fjárhagsáætlunar um 5,5 milljónir. Síðan var hér verið að fullvinsta sölu fasteigna á Sunnugerði þar sem fasteignin Sunnugerði 7 var seldi við til Brákar og við það höfðu breytingar lán á fasteignin fylgdi lán frá HMS sem er greitt upp við söluna á eftirstöðar nefnum 14 milljónum og áætluð sjóðsstaða mun hækka þetta um 79,3. Þakviðgerð á grunnskóla á Breiðdalsvíkur. Þetta er hérna verið að bæta við, framkvæmdin talin nefnir 90 milljónum og síðan er þetta saman tekið áhrifin að þessu viðauka. Aðhluta lækka áætlaða tekjur um 5,5 milljónir, rekstrarniðurstaðan lækkar samanskap með 5 milljónir, 5,5, verður áætluð 256 milljónir þá, áætlaða fjárfestingar hækkum alls 103,8 milljónir og tekjur félagslega íbúða sem er bókasett og bílhluta hækkum 86,3. Áætlaða afkoma samstæðunar hækka því 80 milljónir og verður áætlaða 873,5 milljón og áætluð sjóðsstaða lækkar um 30 milljónir og verður áætluð 532. Orðið laust þennan viðauka. Engi Guðsljós, þá ætlum ég að vera til atkvæða þess að hann sagði ekki að skilja merki. Hann sagði þetta með 9 atkvæða. Þá er næst koni endurskoðar reglur fyrir þá tómstundastyrki sem kemur frá bæjaráði en uppalega frá fjölskyldunefnd þar sem verið að uppfæra þessar reglur tengist rekstrarstyrkjum og fleira. Orðið laust þetta. Engi Guðsljós, ég ætla að hafa að bera reglum til að sagði þetta. Það sagði þetta með 9 atkvæða. Þá erum við komin hér í samskiptastefnu sveitarfélagsins, síðar umræðu. Síðasta bæjarstjórnin við vorum fyrir umræða, en svo þar var kynnt, þar voru gerða breytingar á orðalögum tengslum í breytingar hér innhús. Samskiptastefna hefur ekki tekið breytingum milli umræðna. Vill einhvern sem hljóðsýri síðar umræða samskiptastefnu sveitarfélagsins. Svo virðist ekki vera og byrjum til samþykktar. Hún er samþykkt með 9 atkvæði. Þá erum við komin hér í liði sem komu inn núna við það að fundargerð. Skipulags- og framkvæmdanefndar kom hér inn með afbrigðum. Það er fyrst grenndarkynning Garðaholt 5. Er þetta óveruleg breyting á deiliskipulagi, þá áttu að laga nafnið á fundarliðnum. En hér er semst komin niðurstöðu grenndarkynningar vegna Garðaholts 5 á Fáskrúðsfirði. Það sem allir hafa undirritað grenndarkynninguna eða gera ekki athugasemdir við grenndarkynninguna. Og þar lendi hefur nefndin samþykkt hana og vísar henni hér til afgreiðslu í bæjarstjórn. Orðið er laust þetta. Engi Guðsljós, þá bera þessa grenndarkynningu að niðurstöðu þessa grenndarkynninga upp og þar nefndi breytingu á deiliskipulagi. Sagði með 9 atkvæða. Þá er það næst óveruleg breyting á deiliskipulagi Stekkir 1 á Reyðarfirði sem tengdi Stekkjarbrekku 15. Þetta er óveruleg breyting á deiliskipulagi að færa til samræmis við breytta lóðastærð sem þegar hefur verið gert og samþykkt og leiðrétting á byggingarrétti í leiðinni. Og skipulags- og framkvæmdanefndin samþykkt þessa óverulegu breytingu og vísa henni hér til afgreiðslu og umfjöllunar í bæjarstjórn. Lengur hvað þessi hljóðs þetta. Svo virðist ekki við, þá byrjum þessu óverulegu breytingu á deiliskipulagi Stekkir 1. Sagði með 9 atkvæða. Þá erum við næst konið breytingu á deiliskipulaginu Sævarendi 2 á Stöðvarfirði. Þetta er breyting á deiliskipulaginu þar sem lóðin Sævarendi 2 bætist í skipulagssvæðið. Skipulags- og framkvæmdanefnd hefur samþykkt þessa tillögu og vísar henni hér til afgreiðslu og umfjöllunar lengur þessi hljóðs. Svo virðist ekki við, þá byrja þessi tillögu upp. Hún er samþykkt með 9 atkvæða. Þessu samhliða kemur til breyting á aðalskipulaginu vegna Sævarenda 2 og þar liggur fyrir tillaga breyting á aðalskipulagi fyrir Sævarenda og Stöðvarfirði þar sem tekið hefur tillit til athugasemda sem framkomu við kynningu og vinnslutillögu. Skipulags- og framkvæmdanefnd hefur samþykkt þessa tillögu fyrir sitt leyti og vísar henni hér til afgreiðslu og umfjöllunar lengur þessi hljóðs þetta. Stefán Þór Eysteinsson, gjörðu svo stjórn.
Fórseti, ég skal bara játa það strax í upphafi, ég er hérna í annan tilgangi. Nei, ég ætlaði bara að nýta tækifærið og hérna á þessum síðasta bæjarstjórnarfundi fá að þakka ykkur fyrir samstarfið og samveruna. Hér eru 2 bæjarfulltrúar sem eru að láta störfum og bara vildi fá að nýta tækifærið hérna síðasta fundi þessara bæjarstjórnar til að þakka Jóhannu fyrir gott samstarf og fráfarandi forseta bæjarstjórnar fyrir gott starf og gott samstarf. Takk fyrir Stefán. Þetta verður fært í bókar athugasemdir. Ég þakka fyrir þetta og við höfum Jóhann líka nema við gera þetta eftir. Það verður nú smá fórstið allra aðeins að gera svona breyting á dagskrárliðum hérna eftir og að segja nokkur orð í lokin. Örfá orð fyrir Birgi og Þórð sem ég geta tímamælt. En breytingin er hér, það er orðið laust breytinguna. Á aðalskipulaginu svo enginn tekur frekar til máls, þá ætla ég að fá að breyða þessa breytingu á aðalskipulags afrændi 2. Hún er staðinn með 9 atkvæðum. Þá er ég mitt formulega dagskrá sem Stefán kemur inn á lokið. Ég ætla að fá að gera hérna örlitla undan, ekki segja svona víkja aðeins út frá að því að eins og kemur fram á þetta síðasti fundur þessara bæjarstjórnar á kjörtímabilinu 2026. Verður nú ekkert óvænt á þessum 15 dögum eftir kosningar þar sem fráfarandi bæjarstjórn situr og hann til ným og taka við formlega sem er 1. júní. Þá gerir nú ekki ráð fyrir að við sjáumst hér á þessum vettvangi það nú mikið að verða til þess að bæjarstjórnin komi saman eftir kosningar því að þá er nú ekki ætlast til að menn sé að taka stefnumarkandi breytingar þegar ný er að bíða hverjum öðru og það er verið að mynda meirihluta og eitthvað slíkt. En nokkur skeiðum fram þá ætla ég að fá að segja nokkur orð því þetta er minn síðasti fundur hér sem kjörins fulltrúi Fjarðabyggðar allavega, þeim minnsta og einhver sagði mér nú daginn að menn þetta var að valli að segja þetta hefði alltaf kjörni fulltrúi sveitarlinu sínu það eru til dæmi menn hafði mætt eftir langa fjarveru og hérna komið aftur en ég held að það sé nú kannski ekki á stefnuskránni hjá mér núna endir þetta 300. og 40. fundur minn í bæjarstjórn Fjarðabyggðar frá árinu 2006. Þetta er sláandi, ég ætla ekki að reikna klukkutímana því að þakka nú fyrir að hér hafa starfsmenn verið mjög almennilegir og Þóruð Vilberg og dregið saman fyrir mig svona fundarsetu mína og það hefur verið gaman að sjá. Ég sem sagt byrjaði sem varabæjarfulltrúi á kjörtímabilinu 2006 og hefur svo aðalbæjarfulltrúi frá 2010 og þetta hefur verið verulega skemmtileg tími. Ég held að mér telst til að bæjarráðsfundi sé eitthvað svona 690. Ég ætla ekki að gefa upp aðra nefndafundi. En ég hef sem sagt fengið að vera þeirra gæfa ánægðandi að hafa sitið í nefndu frá 1994 á vegum sveitarfélaganna. Byrjaði hjá Neskaupstað og síðan inn í Fjarðabyggð 98 og fengið að sitja í flestum nefndum sveitarfélagsins. Ég hef verið formaður á einhver tímapunkti innan barnaverndarnefndar og aldrei verið þar og ég hef svo sem alltaf hvatt bæjarfulltrúa og hvet alltaf bæjarfulltrúa til þess að ef þeim gefst tækifæri til þess að skipta nefndir eins og maður segir prófa eitthvað nýtt, þá hefur mann ekki það. Þetta veitir manni ótrúlega góða innsýn í starfsemi sveitarfélagsins að sitja í fleiri en einni nefnd þó maður kannski áhugi manns brenni fyrir einhver ákveðnu að fá svona sýn inn í fleiri nefndastörf og gerir mann held ég að svona þetta getur að vera því skipta skoður hvað maður sé betri bæjarfulltrúi en allavega maður sé fróðari bæjarfulltrúi en þetta hefur verið ótrúlega mikið forréttindi að fá að starfa á þessum vettvangi fyrir fólkið í Fjarðabyggð og fyrir þetta samfélag og alls ekki sjálfgefið að maður fái slíkt traust lengi. Ég hef unnið með alveg ótrúlega mörgu góðu fólki í bæjarstjórn Fjarðabyggðar í gegnum þessi ár alveg frá 2006 og raun og veru á fyrri stigum þegar maður var í nefndunum og satt svo fundina þar sem maður voru að fara inn í meirihlutanum yfir málin að það er þetta mikil gæfa, þar kynntist maður og hefur kynnst og ég hef alltaf átt alveg óskaplega gott samstarfsfólk þó að stundum eitthvað fokið í einhverjar deilur einhverjar áherslur þá hefur samstarf alltaf þetta mikið og gott og í bæjarstjórn gerir enginn neitt einn. Ég hef lært það. Þó þú sett í einhverju forystu eða einhverju slíkum hlutverkum, þá er þetta aldrei einsmanns verk. Þetta er samstarf
og þetta gengur út á góða samvinnu. Og það hefur verið gæfa í flestum tilfellum hefur í bæjarstjórn Fjarðabyggðar bara verið góð pólitísk samstaða um stærri mál. Menn hafa alveg haft skoðanir og eðlilega til þessi sveitarstjórnarmál gerð til þess að hafa svona mismunandi pólitíska sýn, en í stórum málunum nokkurn veginn, ég segi ekki, hef ekki alltaf tekist, en nokkurn veginn oftast, að það sé góð þverpólitísk samstaða um stærri mál og þar að menn svolítið fari bara í ykkar sveitarstjórnarpólitík, ekki kannski einhverja flokkapólitík heldur. Við erum með öll á sömu forsendum. Við erum að vinna sveitarfélaginu okkar gagn, við ætlum okkur, við erum 90% sammála sem betur fer og oftast, og við höfum bara stundum mismunandi sýn á því hvaða leið við höfum að fara. En við náum oftast saman og það er mikilvægt. Og heilt yfir hefur mér fundist bara pólitíkin í Fjarðabyggð og inn í bæjarstjórn verið bara með góð ágæti. Við höfum tekist á málefnum til þessi leikurinn gerður. Hann er til að takast á mismunandi pólitísk sýn, við tökumst á málefni og drögum ekki inn í það. Persónundar, stundum hefur það kannski haft, en undantekningast oftast hefur það verið málefni. Ég leyni því samt ekkert að ég hef alveg áhyggjur af umræðuhefðinni sem er að skapast í samfélaginu, ekkert bara hér heldur allt land. Það er því miður þannig að, og ég hef svona komið að því áður eftir ég var formaður Sambands sveitarfélaga, að með tilkomu samfélagsmiðla þá vill stundum umræðan finnst mér fara svolítið út víðavill. Og hún getur orðið verulega óvæn. Og þá er ekki málefni. Það er allt í lagi að vera fyrir málefnari gagnrýni. Það er bara nauðsynlegt og hollt fyrir mann að vera fyrir málefnari gagnrýni. En þegar það er farið að draga inn í það persónur og það er aldrei farið í boltan, það er alltaf farið í mannin, þá mun það ekki gera þetta starf eftirsóknarvert framtíð. Og ég finn það á fleirum og fleirum. Ég held að það sé ekkert gott þegar maður svona segist vera hálf ónæmi fyrir svo og vil ekki láta ekki á sig. En fyrir ungt fólk sem er að koma inn í þetta, þá verður þessi hefð að breytast. Að sjá umræða sem jafnvel eru notuð gervinöfn eða nafnlaust, er þetta ekki nokkurn hátt ásættanlegt. Og við eigum ekki að sætta okkur við það. Saman hvað flokki við erum og sama að hverjum umræðan beinist, þá eigum við ekki að sætta okkur við það. Maður á bara að hafa þannig, ef maður getur ekki sagt að beinti fólk, þá á maður að sleppa því. Ef maður þarf að skrifa það, þá á maður að sleppa því. Og þetta er þetta bara verkefni sem ég veit að þið öll verði vör við. Við viljum ekki hafa þetta svona. Þetta reynir kannski líka mest á fólkið okkar, fjölskyldurum hans á tíðum, þegar maður er sjálfur hættur að kippa sig upp við það. En við eigum þetta bara sem samfélag að segja, heyrðu, við viljum þetta ekki. En við skulum að takast á málum. Það er bara fínlega. Og stefnumál. Og gagnrýna þau. Og telja þau jafnvel ekki allt gáfuleg, en ekki persónan sjálfur. Ég hvet ykkur og veit að þið gerir það eins og aðrir í þessu. Þetta þarf að breytast ekki bara í Fjarðabyggð heldur á Íslandi öllu. Og svo sem alls staðar. Þetta er þetta ný leið til að tjá sig og og við þurfum svolítið að koma böndum á það. Það er gaman, rosalega gaman að vinna í bæjarstjórn. Það er bara eitt af því skemmtilega sem ég gert, annars verð ég örugglega ekki ennþá. Það er ekkert á laununum, ég get loðið eitthvað því. Þegar maður umreiknar tímana á þessum og ég hef alltaf gaman að því þegar við erum gagnrýnd, verður svona umræðan það að menn fáum nú alltaf mikið greint einhverju fundi. Fundin eru minnsti tími gott fólk. Því að maður veit þá hvernig þeir byrja og sirka hvernig þeir enda. Það er öll hinn vinnan og það er það sem er svo gaman. Að þetta er ekki minna sem verður tímamælt. En það er líka rosalega galinn kosningum. Ég get ekki ímyndað hvað ég öfund ykkur sko. Ég er bara í 8. sæti, Þuríður stjórnar hjá okkur, en ég öfund ykkur að það er gaman okkur spettunum og ég er líka stundum sagt til setna, menn nýja, munið er samt sko. Kosningar er skemmtilega. Fyrstu vikurnar eftir, það er svona sprettur. Það er að mynda meðluta og koma nætti kenninga. Svo hefst 4 ára vinna. Hún getur verið mjög aðlaðandi það meðan að takast á við vandamálinn, það eru það sem skipta. Og það þarf að vera mikil þolgæði í því að sinna því vel og sú vinna, hún fer ekkert minnst fram stundum á fundum. Hún fer fram í undirbúningi, hún fer fram í samtölum til þess að við nái því og það er svo mikið að fólk geti alltaf að tala saman, þó það sé ekki sammála og eigi traust. Í pólitík er traust alveg ótrúlega mikilvægt. Ekki það að maður sé alltaf sammála hinn. Við séum bara nokkuð meðvitað að við séum bara ekki sammála. En við getum samt alltaf traust hvort annars.
þannig að bæjarfulltrúar líka sem, nú ég þetta alveg að tala við þá sem eru nýjir, ekkert við ykkur sem hér. Við þurfum að hafa það í huga að utan störf bæjarfulltrúar líka þegar menn byrja þau gildir rammi, þau gildir lög og reglur og sem við þurfum að framfylgja því að við erum heitt stjórnvald í þessu landi. Og ef það stjórnvald vinnur ekki til lögum og reglum þá er náttúrulega til lítis verið í samfélaginu. Við erum að kjósa fólk til þess að móta stefnu til lengri og skemmri tíma, útdeila til þess fjármagni, ráða framkvæmdastjóra til þess að sjá dælega stjórn. Við erum ekki að kjósa bæjarstjóra. Það stundum vill bregða við að fólk svona telur að það sé búið að kjósa einhvern bæjarstjóra og maður getur nú kannski farið og sagt sláttukrökkunum til, en það er ekki hlutverk bæjarstjóra, það er hlutverk annarra sem er í sögðu keðju. En hitt hlutverkið er gríðarlega mikið, þar móta maður sýnina fyrir samfélagið sitt, skipulögin og allt þetta. Og það þurfum við líka, að því ég hef oft verið að hugsa það, á þessu afmælisári sambandsins sem var, það voru 250 sveitarfélög í landinu, það voru flest. 1952 eða 4, sagði ég, hverju fundi. Þau eru að vera 60 núna, ég held að verði nú samt 61, ég veit ekki hvort það verið kosið í þessu nýja sameinaða sveitarfélagi Kaldanes og Árnes, hvort það verið kosið í sitt hvoru, ég veit ekki hvort það er búið að fella úrskurða. Og það hefur breyst alveg, þið vitið, þú veist, ef maður spyr gamla bæjarfulltrúa eða les samantektir, verkefnin og bara frá því ég byrjaði 94, hvað verkefnin hafa breyst mikið, ábyrgður eru hlut til, hlutasveitarfélaginu og allt annað. Þegar ég byrjaði í fræðslunefnd 94 þá vorum við að færa grunnskólann yfir til sveitarfélaga. Það er ekki lengur síðan. Segið það sé ekki lengur síðan líka. Þetta er ákveð áfall. Fram að því var hann rekinn af ríkinu. Við áttum bara húsin. Eða hluti í húsunum. Og þannig að ábyrgð bæjarfulltrúa eða sveitarstjórnarfólks er allt önnur og meiri. Og kröfur samfélags allt önnur og meiri. Og þess vegna þarf að vera utan að þetta starf rammi sem gerir það verk að fólk geti sinnt honum. Og ég held að láta engi kjós í sveitarstjórn til þess að sinna því ekki vel. En við þurfum líka að hafa það í huga og það er mjög mikilvægt í tengslu við launasetningar og fleira. Það vill oft verða á Íslandi að við verðum mjög grimm í samfélagsumræðinu þegar mann ræða launasetningu kjörinna fulltrúa. En hún þarf að vera bara í samræmi við það vinnumframlag sem þeir eiga að skila. Og ekkert með umfram það, en hún þarf að vera í eðlilegu samræmi. Það er, eins og ég sagði áðan, það er skýrt, það þarf að vera skýrt hverjir fara með daglega stjórn og bæjarfulltrúar eru að skamma bæjarstjóra. Ég er búinn að prófa að vera hvorutveggja og embættismaður líka. Og síðan verður bæjarstjóri bara að skammast niður keðjuna þegar eftir það. En við þurfum líka að hafa það í huga í öllum ummælum og því sem þegar við ræðum málefni sveitarfélagsins. Af því að nú segi ég við að ég er ennþá, ég hangi ást til 1. júní. Við erum þetta kjörtímafulltrúar, við erum líka málsvarar sveitarfélagsins, við erum málsvarar þeirra starfsmanna sem þar eru. Ef við erum ekki sátt við hvernig hlutinni ganga, þá er það eitthvað sem við tökum upp bæjarstjórann og bæjarstjóri vinnur svo með tengslu við stefnumótunina. Við okkur ber líka, mér finnst stundum gæta mikilla dómhörku í garð starfsmannasveitarfélaga. Og við þurfum að hemja það líka. Það verður að vera eftirsóknarvert að vinna fyrir sveitarfélag. Það verður eftirsóknarvert að vera embættismaður. Segi eins og eitt ungur sem spyrir nokkrum árum, getur þú sagt mér hvað bróðir mín gerir? Ég segi, hvað meinarðu? Alltaf ég spyr hann hvað hann gerir, þá er hann embættismaður, er það eitthvað En auðvitað er það bara, þetta er bara fólkið sem við myndum samfélag með og á það skilið að störf þessi talaði byrðingu. Ef við teljum einhverju störf sér óveikið, þá er það okkar að taka á því í stefnumótuninni en ekki að gagnrýna það fólki sem þeim gegnir. Þannig að við þurfum að gæta þess að hafa það í huga líka og bara við sem samfélag. Tala bara vel störf hvors annars og ekki tala það að þeim séu einhverju þátt óveiki. Þau eru af ástæðum. Við setjum ekkert opinber störf á laggirnar nema þau eru ástæðum. Og ég svona hvað þingmenn sem hafa eins og skoðanir sagt þeim að bentum á það að lagasetningin er á Alþingi. Ég vil að breyta rammasveitarfélaganna, þá byrja með þar.
En ég var eitthvað að spura daginn, ég er alveg að vera búinn, ég veit þið er alveg að springa kostninga bara. Það ég var að spura þig, held ég að Gunnar á Austurfréttum daginn, hvort það var eitthvað sem ég er sérstaklega stoltur af. Þetta öll þessi ár. Og eins og ég sagði hann, ég er bara stoltur af samvinnu við fólk, bara fullt af mikilvæga málum. Ég er þetta rosalega stoltur af uppbyggingun á skólamannvirkjum. Við höfum gert alveg lyft grettistaki hérna á síðustu 30 árum í uppbyggingu skólamannvirkjum. Við höfum byggt nýja leikskóla, stækka skólan okkar. Til þess að bara svara, ég er líka stoltur að því að 2010 var erfitt í sveitarfélaginu. Hrunið lék okkur grátt eins og alla. Og það var mikil vinna við það að reyna að ná endum saman til þau ekki að skera með þjónustu við fólki. Ég held okkur að tekist það bara að bæjast með heilsinni. Nokkuð vel, við vitum alveg að sumt af því sem við gerðum þá er að býta okkur núna vegna þess að við frestuðum viðhaldi og við gerðum ýmislegt í þeim efnum sem við bara töldum að fólkið, börnin, þetta verður forgangi og þá er þetta bara annað að bíða. Það myndi býta okkur en með okkur gæfist og tækifæri og ég held að það sem núna er að skapast núna á þessum tíma að fara að sækja í þá áttina að svona koma hlutum betur að. Það var allt saman, það var ekki það að menn settu kíkinu fyrir blinda augað, menn vissu það að það myndi koma niður okkur. En við töldum að hitt væri mikið við að vera við sem hér vorum þá. Ég líka er óskaplega stoltur af ofanflóðamannvirkjum. Árið 2010 hafði ekki runnið við ofanflóðamannvirki í Fjarðabyggð meira með síðan 2002. Það var allt stopp, alls staðar af því að ríkið var notað sem einhvern svona sveiflujafnar í efnahagslífinu. Og við lögðumst á það öll sem vorum í bæjarstjórn með þáverandi bæjarstjóra að bjargum þetta alls staðar út allt að koma þessu stað því að peningarnir voru til. Þau voru þess að geymdir í Seðlabankana þá en ekki í ríkissjóði. Að koma þessu verkefnum á stað því að þetta snýrist ekki bara að rífa á stað einhver framkvæmdir heldur að verja samfélagið okkar. Og það hefur sýnt sig á þessum árum, síðan þá hefur verið samfelld uppbygging á þessum mannvirkjum að þau hafa skipt sköpum. Síðan náttúrulega bara öll þessi barátta fyrir Norðfjarðargöngum sem voru á þeim tíma og það er alveg efni í góða grein, eða ekki segja, já það verður efni í smásögu, hvernig þau mál voru oft nálgast, hvernig var nálgast þau mál og rætt við ráðamenn og sama tíma voru sko ráðamenn í Íslandi að glíma við eftirköst hrunsins líka. Þannig að maður hafði nú svona ákveðna sammeð þó maður sýndi hana aldrei. Og en síðan náttúrulega bara það sem við höfum gert í almannavörnum. Ég tel að það sé mikið framfaraskref sem við höfum tekið þau mál betri og fastari tökum, bæði sveitarfélögin og lögreglan á svæðinu og svona allir þessir viðbragðsaðilar sem við treystum og vinnum með. Og síðan menningarstofa gott fólk. Ég veit þið verðið svo fegið þegar ég hættir að tala um fundargerðar menningarstofa. En ég ætla að nota þess. Það vill verða undir. Ég er sökudólkur í þeim efnum líka að hafa sparaði þeim efnum. Það er áreyndi í það. En það er eiginlega, það skiptir allt máli sveitarfélagið. Menningin skiptir gríðarlegu máli. Og fyrir samfélag svona langt frá höfuðborgarsvæðinu og svona bara öll samfélag. Þá skiptir menning öllu máli. Og hún verður ekki rekin eða með tilstyrk hins opinbera. Og að hafa stigið þessi skref sem var bara tekin í góðri pólitískri sátt, gera menningarstofu, fella svo samanstofnundir hana, láta vinna sem heild, ýta undir menningarviðburði, starta menningarviðburðum. Þetta er svo mikið. Þó mæti bara 5. Þetta er ekki mælt í því. Þetta er mælt í því bara í gæðum samfélagsins. Þannig að ég vona að það verði áfram hér í forystu í forgrunni sveitarfélagsins. Og eins og ég sagði áðan, ég var svona að þakka öllum þessum ég hef unnið með sem bæjarfulltrúum og öllum þessum kjördæmisfulltrúum. Bara hvað sem er í nefndum eða bæjarstjórn. Ég held ég hef engan kjörinn fulltrú og hitt sem ekki var hér af fullri einur að vinna sveitarfélaginu sínu eitthvað gagn. Hvort sem við verðum alltaf sammálað ekki, þá var það alltaf þannig. Eins líka bara svona samstarfsvettvangi sem ég fengi að vinna þér fyrir austan og annars þar. En svo vill ég ekki síst bara þakka ykkur fyrir að hafa umborið mig. Mér skilst það sé reyni ofta á og ég skil það vel. Og
Ég vil líka fá að þakka starfsmönnum Fjarðabyggðar. Ég var bæjarstjóri nokkra ára skeið. Það var alveg einstakt að finna hvað þau tók, það eru sviptingar í skiptum bæjarstjóri, þið þekkið það. Og það var bara einstaklega gott að finna hvað var vel að tekið á móti mér þegar ég kom í það hlutverk úr hinu hlutverkinu. Og öllu þessu fólki, líka öllu þessu fólki sem vinnur með nefndastörfum, þar við að vinna mest með sviðsstjórum, að undirbúa nefndina með nefndaformaður, undirbúa fundi og annað slíkt. Og ég þakka þeim fólki öllu fyrir ómyndalega góð störf. Og þetta allir síst, og ég held að halli á engan að auðvitað hef ég þetta lengsta sambandi átt við Gunnar Jónsson, bæjarritara. Það fylgir því að hann kosti bæjarsnar og ég þakka honum sérstaklega mikið langhlaupagjöf fyrir það allt sem ég hef stríkt honum með og reyndar hann erfitt. Gunnar er gríðarlega, hann er svolítið eins og svona Standberg, hann er hérna, en svo þetta bara öllum sem hér er inn á bæjarskrifstofum og allstaðar vinna á sveitarfélaginu. Eins og ég sagði áðan, þetta er bara alltaf óbreytt, síðasti fundurinn. Ég mun sakna þess gríðarlega að mæti ekki hérna næsta mánudag. Nema Ragnar náttúrulega haldi 2 fundi, það er möguleiki. En þegar ég hugsaði það er áhuggefni heima að mér, hvernig það á að vera. Ég hef orðið á mikinn tíma, ég er náttúrulega að fylgja sambandi, ég mun að fylgja sambandinu frá Ísli. En það verður breyting á, en hún er bara góð. Vonandi bara opnast einhvers staðar eitthvað og ég get nota alla þessa reynslu, hvort sem telja hún hafi alltaf verið til góðs allt sem ég hef gert. En þá hef ég alltaf reynt að gera það með hagsmuni þessa sveitarfélags í huga. Og það er nú stóra mál. Á endanum er það þannig að maður þarf að taka ákvarðanir með hagsmuni heildarinnar í huga. Það stundum hittir ekki alla vel fyrir og allt. En maður verður svolítið að geta horft öxl. Sumt hefur vilja gera margfalt betur. Það er alltaf betra að sjá hlutina eftir á. En sumt er maður bara ánægður með. Það er bara svona. Þannig ég þakka fyrir mig. Ragnar Sigurðsson í Böðmóri, gerð svo vel. Já, það er svo sannarlega vel við hæfi að klappa á þessum tímapunkti og líka bara fyrir þann feril sem að Jón Björn á. Ekki bara hér á þessum vettvangi heldur á vettvangi sveitarstjórnarmála heilt yfir. Og ég verð að segja það að við hófum að vinna saman fyrst í eignaskipulags- og umhverfisnefnd, minnum hún hafi nú heitið þá, ætli það sé ekki komin það bil 12 ár síðan. En þegar að Jón Björn hóf sinn feril í nefndarkerfi Neskaupstaðar þá var ég nýfermdur. Og það er nú svolítið merkilegt að hugsa til þess. Ég upplifum ekki það ungan en hérna segir meira feril Jón Björns. Hann hefur verið farsæll og við höfum bæði verið í meirihluta saman og við höfum verið hvað maður að segja, pólitískir andstæðingar. Við höfum oft deilt, við höfum tekist á og það hefur jafnvel slest upp á vinskap okkar. En til merkis þann góða vinskap þá verð ég að segja að það hefur aldrei varað lengur en það bil sólarhring. Og það finnst mér þroskamerki og Jón Björn hefur haft mikinn þroska til þess að taka þátt í pólitísku starfi. Og það þarf þroska til þess að þola dægumálin, ekki síst núna með tilkomu samfélagsmiðla. En Jón Björn hefur tekið því öllu með miklu mætti og staðið af sér storma. En hann hefur líka, og það sem að við eigum öll að halda á lofti, verið í fararbroddi í sögu þessa sveitarfélags og leitt mörg framfaramál. Og ég held að við eigum öll að halda hans störfum og heiðra það í okkar daglegu störfum. Þetta hefur verið klárlega
mjög óeigingjarnt starf og þó svo við höfum deilt ýmis mál, þá hefur aldrei nokkuð tíman verið nokkur vafi það hjá mér. Að Jón Björn hefur alltaf borið hagsmuni sveitarfélagsins á lofti, íbúa þess og atvinnulífsins. Hann á mikinn heiður skilinn og ég held að ég lofi bara engu varðandi fleiri fundi. Að minnstakosti munum við þessi bæjarstjórn halda eitt gott kveðjuhóp og þakka fyrir þau störf sem ekki bara hann heldur líka bara þessi bæjarstjórn hefur verið með á undanförnum 4 árum og ég ætla ekki að eyða jafnmörgum orðum í Jóhönnu Sigfúsdóttur vinkonu mína vegna þess að ég trúi því alltaf og mun aldrei hætta því að trúa því að hún bara að fara í pásu. Hún mun stíga aftur inn á þennan vettvang eftir 4 ár. Ef ekki þá mun ég halda langa ræðu þau 4 ár sem hún hefur sittið hér í bæjarstjórn. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Ég held að við munum öll sakna þess að hafa þig hér með okkur, Jón Björn, og megið þú eiga miklar þakkir fyrir þín störf í þágu sveitarfélagsins. Takk fyrir. Takk hérlega fyrir. Þuríður Lilji Sigurðardóttir, ég byrjum að gera samfélag. Forseti, ég má segja það þá. Bæjarstjóri og bæjarfulltrúar. Mér langar fyrir hönd okkar fulltrúa Framsóknarflokksins að þakka Jóni Birni fyrir sitt óeigingjarna starf og framlag í sveitarstjórnarmálum langt skeið. Og eins og Jón Björn kom inn á áðan, þá kom hann fyrst inn hérna sem varamaður 2006 og svo aðalmaður 2010. Og það hefur líklega enginn setið jafn marga fundi í sameinuðu sveitarfélagi Fjarðabyggðar. Jón Björn hefur verið í sveitarstjórnarmálum í mörgum stærstu uppbyggingarskeiðum Fjarðabyggðar og þar á meðal verið forseti bæjarstjórnar, formaður bæjarráðs og bæjarstjóri. Núna síðustu misseri hefur hann jafnframt verið formaður samband sveitarfélaga á Íslandi og það má því kannski segja að hann sé að hætta á toppnum þó ég haldi að hann sé nú hvergi nærri hættur, en það eru ekki margir sem hafa komist í þann stól. Mér langar fyrir hönd okkar Framsóknarmanna að þakka honum kærlega fyrir allt sem hann hefur kennt okkur og vera okkur sterkt bakland. Þegar ég var yngri og áður en ég fór í pólitík þá var ég alltaf mjög uppi með mér þegar Jón Björn heilsaði mér út í búð. Af því að hann hefur aldrei verið yfir aðra hafinn. Hann hefur alltaf verið maður fólksins og hann hefur ekki gert neitt greinamenn því sama hversu stóra hatta hann hefur borið. Og við höfum alltaf verið mjög ánægð með það. Hann er mjög jarðbundinn og hefur góða framkomu og nærveru eins og líklega flestir hafa tekið eftir. Ég tek undir með Jóni Birni þegar hann tala um harða orðræðu í samfélaginu og það hefur mikið mátt mæða á honum sem á öðrum bæjarfulltrúum. Þó þeir hafi borið höfuðið hátt þá er þetta oft á tíðum ansi strembið. Ég hafði samband við Þórð áðan og hann sendi mér svipaða samantekt og Jón Björn með og tók líka saman að þetta væri líklega í heild 108 sólarhringar sem að Jón Björn hefði sittið hér á fundum, sem er ansi mikið fyrir utan alla vinnu og verið í sambandi við íbúa og sinna störfum bæjarfulltrúa, sem bæjarfulltrúa utan fundana. Og maður kemur aldrei að tómum kofanum þegar maður hringir í Jón Björn. Ég held hreinlega að það sé ekkert mál sem að hann sé ekki inn í og það verður mjög erfitt að fylla í þau spor, en ég hef þá kannski þó nokkur ár. Þannig að það er gríðarleg reynsla og þekking sem að fer hérna þegar Jón Björn fer að þessum vettvangi. En við reynum bara að halda áfram þeim góðu störfum sem að hér hafa byggst upp og eru í gangi. Þannig að mér langar bara að þakka þér fyrir allt, fyrir að vera traustu vinur okkar og gott bakland og farnist þér vel í nýjum verkefnum, en þú ert samt ekki laus við okkur. Við verðum áfram í góðu sambandi. Ekki spurning. Nei. Takk fyrir. Það er kærlega fyrir lífið minn garð. Við erum svo óvunni að okkur sé hrósa. Ég er nú bara hálf meir og þetta er náttúrulega bara fyrst og fremst þess að þetta eru forréttindi ofan við þetta og menn að nálgast þetta sem forréttindi og ég hef náttúrulega tækja eins og ekki og þakka ég líta á Jóhanna sem bara hafi verið að hita upp og hún eitthvað að koma aftur, þú veist með þennan fundafjölda að þakka ykkur fyrir að segja þetta með sólarhringana þá veit ég cirka hvað þetta er en þetta
hefur verið strempið stundum en alltaf skemmt og sérstaklega þegar það er svo mikið af góðu fólki sem að vinna með. En gott fólk, þá held ég að við séum búin að tæma þetta dagskrá í dag. Jú, fyrirgeðu Jón, ég gerði svo vel. Komdu hér upp, Jóhanna Sveinsdóttir. Ég ætla að gefa þér eftir stóli. Þú er ekki búin að undan mér á þessu. Kæri forseti, bæjarstjóri og bæjarfulltrúar. Mér langaði aðeins að koma hérna upp á síðasta bæjarstjórnarfundinum og svo ég haldi áfram þar sem Ragnar hætti áðan. Þá þegar Raggi var að fermast og Jón Björn var að taka sæti í nefndarkerfi Neskaupstaðar, þá var ég 1 árs. En nú eru liðin 8 ár síðan ég tók fyrst sæti í nefnd og síðar í bæjarstjórn og ég er bara ótrúlega þakklát fyrir það traust sem bæjarbúar hafa sýnt mér og fyrir gott samstarf með bæjarfulltrúum og starfsfólki Fjarðabyggðar í gegnum árin. Þetta hefur verið gefandi, lærdómsríkt og skemmtilegt ferðalag. Mér langar bara að segja takk fyrir mig og gangi ykkur vel, kæri bæjarfulltrúar, og gangi þér vel, kæri Jón Björn. Takk fyrir. Takk fyrir sömuleiðis. Jóhanna, ég veit það. Jón Árný, Þóroddur, þú gerir svo. Við bæðum orðið. Kæri bæjarfulltrúar, ég finnst það hæfi svona í lok kjörtímabilsins að ég komi hér upp fyrir hönd starfsmanna sveitafélagsins og þakki kærlega fyrir gott samstarf á kjörtímabilinu. Núna er mikil lýðræðisveisla framundan helgina. Það er ég var að undirrita kjörskrár rétt áðan hjá Gunnari. Það er 4.000 mann sem er að fara að greiða atkvæði hérna á laugardaginn og velja næstu bæjarstjórn. Og það hefur verið mikil vinna á kjörtímabilinu sem er að líða að fara yfir alls konar málefni, vinna góðum málum fyrir samfélagið. Og ég veit að ný sveitarstjórn mun gera það einnig, sem að kemur, ný bæjarstjórn sem kemur hér inn. En fyrir hönd starfsmanna Fjarðabyggðar þá vil ég þakka ykkur öllum, sérstaklega ykkur tveimur sem eru að stíga formlega út af bæjarstjórnar vettvangnum. Kærlega fyrir ykkar framlag. Alveg eins og ég búið að fara hérna yfir, það er mikil vinna sem fylgir því að vera bæjarfulltrúi. Ég veit að áreitið er gríðarlegt. Þess vegna erum við sem störfum inn í umhverfinu, inn í stjórnkerfinu að afskaplega þakklátt fyrir allt það fólk sem er tilbúið til þess að leggja á sig það hlutverk að sækjast eftir umboði íbúa til þess að leiða stefnumótunarvinnuna. Þannig að við sem ein heild gerum það besta sem við úr þeim tækifærum sem samfélagið hefur. En það eru fáir sem að hafa jafn langan feril hérna við borðið eins og Jón og ég held að það sé við hæfi að við starfsfólk Fjarðabyggðar þökkum honum fyrir alla þá ofboðslega miklu vinnu og eigingjörnu störf og treystum að það að ef að til kemur þá Þuríður með hann í símaskráni og við hinn líka. Þannig að ef við þurfum að leita aftur í tíman þá vitum við hver þekkingin er og munum klárlega að nýta okkur það. En við vitum að það eru einhverjir sem að munu vera svo heppnir að fá að njóta hans krafta og hérna við bara bíðum spennt að sjá hvað verður þar. En vonum svo sannarlega að heima verði alltaf heima sem er þá hjartað í Fjarðabyggð. Takk fyrir. Takk fyrir, já, ég er áfram síðan, ég er ekki að deyja. Það væri gott, Gunnar, ef væri svona borðin eða þessar útsendingar sem væri símanúmer við, vantar vinnu, það Heyrum góði bæjarfulltrúar, ég þakka hlý orð og við Jóhanna bæði í okkar garð, ég tek með það bestlega fyrir hennar hönd. Óska ykkur velfarnaðar, auðvitað þar ég verið hlutir ára óska kannski einhverjum það hefur borðið meiri velfarnaðar í kosningunum á laugardaginn. Ég óska ykkur velfarnaðar allir í kosningum á laugardaginn og þeim sem hér verða kosnir í næstu stund. Nú ætlum ég að fá að gera eitt sem ég hef aldrei gert á þessum 340 fundum.
En Alli heitinn Valda sem var hérna í bæjarstjórn og hafði verið í bæjarstjórn og Eskifjarðar, þetta er semst hamar frá Eskifirði, úr bæjarstjórn Eskifjarðar, sem var gefin í til 200 ára afmæli og nú ætla ég að fá að slíta hér fundi formlega og segi fundi bæjarstjórnar slítið. Já, það er að býða eftir.